Góðan daginn og velkomin til þennan þátt. Við þurfum að kveikja á þessu klukku og starta henni svo getur fara að telja fyrir okkur hvað tíman líður og eitthvað þarna það já sem við ætlum að nota til að kveikja kertu einu á og líka þessu hér. Við ætlum að lofa Drottinn smá svo tilveran verði ekki grá. Það er svoleiðis. Við viljum ekki gráa tilveran. Stundum eins og sækistu eftir henni. Grá tilveran. En hún á að vera björt og falleg en ekki grá tilveran. En hver hafi þetta eins og hann vill? Ég nenni ekki að velta því fyrir mér. Sjálfur reyni ég að gera þetta nú bara einfalt og fallegt. Ég kann best við það. Og ég má víst alveg hafa það þannig. Og þú mátt líka alveg hafa hlutin eins og þú vilt. Ef þú vilt gráa tilveru þá bara hefur þú minn kæri og kæra gráa tilveru. En ég mun ekki fylgja þér þar, svo mikið ég viti. Ég skal fylgja þér leiðina með Kristi, það myndi ég gera mig mikilli gleði, en þú verður víst að ráða því, einnig þar. Hvað það, þá hver sem afstæði mín og þín til þessara mála þá nú Kristur hinn sami, og hann dó á krossi fyrir mig og fyrir þig. Og ekkert minna heldur en það. Og það er gott til þess að vita að hann er þarna til taks og halds og traust og alltaf tilbúinn og reiðubúinn til þjónustu fyrir þig. En getur hann sagt sama hvað þig varðar? Ert þú alltaf tilbúinn og reiðubúinn í þjónustu fyrir hans líðseim, segja það? Veit það ekki, er ég alltaf tilbúinn í það? Ég held að það væri nú rangt að segja að ég væri alltaf tilbúinn í það, en ég er nú oft tilbúinn í það. Og það er af einni ástæðu, ég eins og þú elska Krist. Ég veit ekki með þig, en oft hefur hann getað notað mig til alls konar verka. Ég veit ekki með þig að ég veit ekki þín viðbrögð við alls konar beiðnum. Því að Drottinn er nú þannig Drottinn að hann tala persónulega til mann nákvæmna og þiggur í staðinn persónulegt svar frá þessu ágæta fólki sem hann er að tala til. En svo mikið veit ég og svo mikið hef ég lært að hann talar. Hann talar til sinna manna og kvenna og gerir kannski stundum fyrir daufum eyrum en stundum ekki. En við þurfum að venja okkur á það að leyfa honum alltaf að tala fyrir opnum eyrum okkar. Því hann hefur svo margt að segja. Og það sem hann segir og gerir, það er okkur til góðs, ekki til tjóns. En stundum má ætla að menn ætli það. Það er mjög rangt. Röng breytni hjá hvort sem er mér eða þér ef við erum á þessum stað. Ef við getum afvanið okkur hann með því að hreinlega stíga inn í rann Drottins og bjóða þjónust okkar fram sem hann mun þiggja með þökkum og síðan byrja það ball. Og það er skóli út af fyrir sig sem þú færð hvergi nema með því að gangast honum á hönd. Það er alltaf fyrsta skrefið, að gangast honum á hönd. Og þetta er það svona markmið okkar sem trúum að menn geri, en við getum ekkert annað gert en að fræða fólk og boða því trúna. Við byrjum á því að boða þeim trúna og svo er aldrei að vita hvenær Kristur kemur
og gerir þetta fræ sem að þarna fór í jörðina virkt. Þetta tekur allt sinn tíma, þetta er ekki eins og hendi veifað, í raun og veru þetta eins og hendi veifað, en við vitum ekki hvenær hendin veifast. Það getur tekið tíma. Og það er ekki örvæntingur fyrir að fara þar, því að við fengum sáðkorn sem heitir orð Guðs. Jú, við munum eftir því kannski líklega, ég man eftir því þegar ég fekk þetta fyrst svona og það gerði einhvern árangur. En hvernig það vann í mér, það veit ég ekki. Nema ég segi það að þetta orð sem ég fekk hvaða 1985, það leiddi mig til Drottins 1989. Ég veit það þá fullvissu í dag en ég reyndar áttaði mig ekki á því þegar þetta gerðist að þarna væri samhengi á milli, það kom seinna. Og stundum er það svo í Jesú nafni að við fáum þetta samhengi seinna. Og það er allt í lagi þó það komi seinna því að við erum ekkert að fara neitt. Við bara höldum áfram að lifa okkar lífi og við eldustum með hverju ári og svo eru bara áratugirnir að baki. Og á þessum áratugum hefur eitthvað lokist upp frá þessum tíma og jafnvel alveg frá því við fengum fyrst orð og við vitum, jú, þarna byrjaði það. Svo kom frelsunin, já þarna kom frelsunin og svo framvegis. Við erum með þetta allt á hreinu. En við erum ekkert upptekin eftir þetta. Ég vissi að eitthvað gerðist með hjarta mitt en ég vissi ekkert að það myndi leiða mig til frelsunar. En það veit ég í dag vegna þess að ég frelsaðist. Og svo kom útskýringin seinna að þarna hefði þetta byrjað. Þess að þetta byrjaði 1985 og fullnaðist 1989 í október. Og ég er enn þessi endurfædda manneskja sem að ég var þá. Ný sköpun í Guði, sem sumir segja, og ég tek undir það, maður er ný sköpun í Guði, en manneskjan sama. Þú þekkir þessa manneskju, þú hefur lengi þekkt hana, hún er raun eins, ef að munur sá að Kristur núna býr í hjartans, og það gjörbreytti öllu innvolsi og allri hugsun og öllum viðmiðunum sem maður hefur þá eftir það, en hafði ekki áður. Það allt saman meira og minna féll út. Og við segjum sem vitum hvað við erum að tala, farið hefur fyrir betra. Því að þetta sem við eigum í dag og fengum við gjöfuna stóru er sjálft frelsisverkið og ég segi og hef sagt frá þeim tíma, ég mun ekki deyja. Sem sagt, auðvitað fyrir í gröfun eins og allir hinir, en ég mun ekki deyja. Ég veit í dag, kannski vissi ég það ekki áður og líklega vissi ég það ekki áður, að þú ert meira en þetta líf og það gerir lífið mjög alvarlegt. Hvað verður það þegar að líkaminn sofnar? Það er það sem við erum að tala um. Það eru tveir staðir sem taka við okkur eftir það og bara annar er staðurinn sem Jesús Kristur er á í dag við hlið föðurins á himnum. Bara annar. Og þú trúir á Jesú, þess vegna tölum við að þú sért hólpinn. Af því að staðurinn sem þú stefnir núna til er sami staður og Kristur er á við hlið föðurins, hægri hlið föðurins. Þetta er mjög áhugaverður staður en þú heldur áfram að lifa þínu lífi og lífið er oft tóm þraut og það vitum við, það verður rangt og það verður bein lygi að segja að það væri eitthvað annað. En það er líka gleðistundir og hamingju dagar og allt saman það, þannig að þetta er ekkert allt saman bara búið og eitthvað óskaplega leiðilegt. Og í trúnni þá áttu marga mjög góða daga. En þú gengur inn í þrengingar og þrautir og allt saman það, en inn á milli áttu alveg mjög góða daga. Og
það sem allt hlæjandi og spriklandi, lifandi og allt saman það. En hitt kemur og svona trúin kennir manni líka margt. Hún kennir manni það ef ekkert gerðist svona sem þrengdi að manni, þá líklegt og mjög sennilegt að engin trú manna héldi. Þannig að við getum þakka Guði fyrir það að hann veit alveg hvað hann syngur, hann veit alveg hvernig hann á að gera þetta og þess vegna líka erum við að hvetja menn til að lesa orð Guðs sem að segja okkur allt það hvernig þetta er. Þessi bók alveg einstök að því leyti til því hún gefin niður af Guði sem að sannleikurinn. Það sem að sagt hérna sannleikur að því Guð sagði. Þetta líka mjög merkileg hugsun að eiga því að Guð sagði sannleikan og hann gerir það sem hann sagði. Þess vegna hann sannleikur. Að því hann ræður öllu. Hann ræður alveg hvernig þetta allt saman hann getur orðað þetta öðruvísi, en það sem hann segir, það stendur og hann fer eftir því. Hann vinnur eftir sínu orði, þannig að því leyti til þetta sannleikur. Og við svegjum ekki sannleikarnir beygjum, að því að Guð vakir yfir sínu orði, að því hann vill að við virðum það sem hann að segja og förum eftir því. Það okkar hamingja að gera það, og við viljum öll vera mjög hamingjusamar manneskjur, er það ekki rétt? Jú, við viljum það. Erum við það? Við getum alveg verið það og ef þú átt Kristi, þá vartu nú mjög hamingjusöm manneskja, en þú ert að reyna samt mjög margt. Þó maður reynir mjög margt og manni finnist sumt þungt og erfitt, þá ekki þar með sagt að öll hamingja sé vikið frá manni. Ég ekki sammála því. Ég náttúrulega eins og þú og ég þarf oft að reyna ýmislegt á mínu skinni, en ég ekkert endilega, ég geti samt verið með vissa hamingju hjá mér. Kannski ef maður komið svona langt með sína trú, ég veit það ekki, en þannig að maður ekkert að mæða sig yfir þessu. Þetta vildi maður að þetta væri eitthvað öðruvísi, en svona bara lífið, maður þarf að takast á við svo margt. Þið sjáðu að trúin mín, hún að hjálpa mér í þessu öllu. Og trúin þín, sem sama og mín, hún gerir sama fyrir þig, þannig ég veit þetta vegna þess að hún að hjálpa mér. Og fleita mér yfir bara allt sem á vegi verður. Og maður stendur alltaf uppréttur hvar sem maður og Guð hefur gefið þetta með þessum hætti og það verður því ekki í neinu öðruvísi. Og hann ekki bara að tala við mig, hann að tala við okkur sem eigum sama og ég á Jesú Krist. Það hroki að segja að maður eigi Jesú Krist. Veistu það að ég löngu hættur að velta því fyrir mér hvað mönnum finnst vera hrokatal. En ég að segja það, þetta sannleikur málsins. Þetta svona, vegna þess að Drottinn hefur sagt að vera svona, og þá veit ég og viðurkenni að það svona. Hann sannleikur, hann skaparinn og hann hefur gert þetta allt og hann gerði orðin fyrir þessa bók sem að hann uppáleggur mér að fara eftir. Og segir að verði minn leiðarvísur til blessunar og hamingju ef ég fylginni gaumgæfilega eftir, sem að reynir eins og þú að gera, en kannski gengur misvel að framkvæma, sem allt annað mál. En maður í sjálfu sér hefur enga afsökun ef maður eitthvað klúður að hvað orðið varðar, því að maður getur fengið hjálp, hann nefnilega til hjálparinn. Kristur hjálparinn, hann huggarinn. Og hann leiðsegjarinn, leiðbeinandinn. Þannig við höfum leiðir að öllu þessu og það ekkert að hann að sakast ef við leitum ekki til þess besta sem við eigum í okkar fari. Það ekki við að sakast nema okkur og líklega leti okkar sem að nennir þessu ekki núna, en hvenær nennir hún þessu ef hún nennir þessu ekki núna? Nennir hún þessu þá á morgun? Eða hinda. Nei, við gerum þetta núna. Og þá nennum við þessu ekki, eins og okkur kannski sömu við tamt að segja. Og þetta orð, þetta bara dettur út úr okkur og það ekki til. Við nennum þessu víst. En gerum það kannski með mismunandi miklum áhuga sem alltaf annað mál, en við erum að gera þetta. Þetta eins og með synina tvo sem hann bað að gera fyrir sig smá veðing. Hann sagði, nei,
og ég gerði það ekki. En fór samt, einn sagði já, og stóð ekki á fætur og svo gaman í tölvuleiknum. Og svo sem hann sagði nei, en fór samt af stað, hann gerði vilja föðurins. Við erum þetta fólk, við stundum segir nei, getur ekki beðið hann gerir aldrei nei. Alltaf ég. En við förum nú samt í verkið. Svo einhvern veginn afvenjast við öllu þessu og við bara förum í verkið vegna þess að það þarf að gera það. Það er að taka framförum í trúnni, já trúnni. Trúin vill sjá verk. Hvaða verk? Trúarins verk. Og hvað er trúarins verk? Er það ekki bara allt í kringu þig? Þú ert í raun og veru að gera þetta allt saman meira og minni trú, sem þú gerir í dag. Vegna þess að þú þekkir trú og þú átt trú í hjartaðinu sem að þér þykir ósköp vænt og þú átt meira. Þú átt Biblíu, margir eiga Biblíu, en þú ert ekki einstaklingunni sem að þú sér kjölinn á henni, hann í myndinni, en þú ert ekki bara meðan kjölinn að þér, heldur ertu meðan engum og sérlega til að nota hana. Og við eigum að nota mikið af orðið Guðs. Og gleymdi ég nú að taka með mér orðið hérna gleðalógur og lesi nú ekki mikið með þær. Þau eru þarna, ég kannski nenni að standa upp og eftir. Gerðu það á morgun bara. Ég er nú bara að sýna hvernig á að gera þetta. Þú kannst svo sem að fletta bók, en það er aldrei, góð tugga er aldrei of oft kveðin og það ættir hún að vita, hafvitingurinn sjálfur. En þetta er sem sagt Gamla testamenti núna sem að ég sé ekki staf í, en það er hvað, ég sé það nú ekki einu sinni, hvað ég er að leika mér í dag. Ég get allavega staðfest það að þessi partur af bókinni er Gamla testamentið og Gamla testamentið er í raun og veru úrelt fyrir okkur kristnu mennina. En Nýja testamentið það sem að gildir, en við erum auðvitað kennum svo sem kennslur, margar kennsluna upp úr Gamla testamentinu og ég sé ekkert athugavert við það. En prívat er ég þó svona meira Nýja testamentið skall og hefur verið allar götur. Og ég átti fyrstu 10 árin held ég, ég allavega í einhver ár þá átti ég bara lítið, ringulítið Nýja testamentið hver sem komst fyrir í vasa og ég notaði það lengi. Og það var meira að segja þýðingin og undan þessari þýðingu sem er í dag kom hún ekki 67-8 eitthvað svo held það. Þessi kom 2007 og þú veist að þetta er versta þýðing á öllum þýðingum og þú verður illur í hvert skipti sem þú opnar þessa bók, en ég verður mjög glaður að ég opna hana og ég er ekki sammála því að þetta er versta þýðing á öllum vondum þýðingum og ég er mjög ánægður með þessa þýðingu og hún hefur alveg gert sitt gagn fyrir mig í náminu. Það fullir því, þannig að þarna rekast sjónarmiðin svolítið á eins og stundum vil verða hjá okkur mönnunum að þau rekast svolítið á, en hver hefur rétt fyrir sér, já, það veit ég ekki. Og mér er svo saman það. En orð Guðs er orð Guðs og við tökum það fram og vinnum með það eftir ber hag og vegna þess að við vitum hvað við eigum að gera af því að við viljum nema fræðin. Og af því ég er ekki með gleraugun, var svo heppinn að gleyma þeim og þá held ég því ekkert að reyna að lesa þetta. En þú kannt að opna bók og ég var bara að sýna það að Gamla Nýja testamentið samanstendur á Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Gamla testamentið samkvæmt Nýja testamentinu er úrelt. En þessu sé ég að þú ert ósammála mér Þetta er ekki mín orð, þú getur lesið þetta sjálfur í orði Guðs. Að með þeim ætti er þetta. Þannig að Nýja testamentið er gert fyrir kristna menn. Það er bara sannleikur málsins. Og þú það er mjög töluverður munur á kennslu Gamla testamentisins og Nýja testamentisins, ekki?
Nýja testamentið þannig uppbyggt að það tekur bara mikið á daglega lífi mínu. Já, frá degi til dags það í raun að sýna mér hvernig ég á að akta og hegða mér. Þú sér þetta auðvitað í Gamla testamentinu líka en það er miklu nákvæmari lýsing á því hvernig við eigum að lifa Nýja testamentið vegna þess að það er skrifað eftir Krist og með það sem Kristur var að gera, hann kom til þess að breyta daglegu lífi okkar í sína þágu. Já, daglegu lífi okkar. Ekki bara daglegu lífi okkar, heldur daglegum hugsunum okkar sem verða eftirleiðis guðlega og við erum að læra og styrkja okkur í með Nýja testamentinu. Því það er kennari þar. Þetta er mjög merkileg bók og mjög merkilegt finnst mér að skoða þetta þannig. Gamla testamentið svona, já, það er svolítið öðruvísi kennsla þar. Það verð ég að viðurkenna en hún að sjálfsögðu góð og allt það, en hún öðruvísi. Sko, lögmálið var ekki hjálpar og huggari. Það var nú vandinn. Að lögmálið það hjálpaði mönnum ekkert til þess að halda utan sína trú. Og hvað er maður þá? Veiklundaður maður sem hefur ekkert í raun og veru hjálpartæki sem heldur utanum þessa trúmanns. En það aftur á móti getur Kristur með krossdauða sínum og heilugum anda í því. Hann heldur utanum þetta allt. Þannig sjáum að hann gaf okkur niður Nýja testamentið til að við áttuðum okkur á því hvernig við eigum að bregðast við í hinu daglega. Við köllum eftir Jesú. Hvenær? Til að mynda þegar okkur líður illa og okkur það heimilt. Og við köllum eftir honum í alls konar útgáfum fyrir okkur sjálf. Þegar við til að mynda erum að vinna erfitt verk, við skulum segja við erum að bara læra. Þá biðjum við jafnvel stuttabæn og segjum Drottinn vertu með mér í náminu. Hann í hinu daglega, hér og nú. Þetta er mjög merkileg hugsun að hugsa og ekki sjálfgefið að menn hugsi svona hugsun vegna þess að okkur finnst þetta allt svo sjálfsagt. En þetta ekki sjálfsagt, þetta ekkert neitt annað. Ég var að tendra ljós, þú sást horfðu nú á mig og ekki í fyrsta skiptið. Þessi væri nú farinn. Hvernig ætti ég þá að kveikja á kertum tveim? Við þarf eld til þess að kveikja á kertum tveim og hér hann. En ef það væri ekkert í húsinu, þá ég að fara heim og sækja hann. Það er svolítið löng leið. Þannig að við þurfum þetta allt til þess að geta gert það sem við viljum gera hér og nú. Þá þurfum við réttu verkfærin. Og núna erum við í biblíustund sem heitir Biblíuþátturinn okkar og þessi stund sett fram til þess að hvetja okkur til að lesa sjálf biblíuna en þú eru þá að nenna að sækja gleraugun. Ég ætla ekki að gera það, reynda held ég ekki, en kannski ger ég það. Þetta svona bara áreiting fyrir þig og mig þetta líka að lesa. En ég veit hvar gamla Nýja testamentið og ég sjá ekki hvar ég í bókinni, en hún Nýja testamentið hérna. Það miklu minna sig en Gamla testamentið. En það þó alveg fullt af blaðsíðum, þetta ekki bara 1 og 2 blaðsíður, þetta alveg hellinga blaðsíðum. Og þú ekki menn að lesa þessa, hvað er maður lengi að lesa? Ég nú búinn að lesa sjálfur Nýja testamentið síðan ég frelsaðist og alveg gert það samviskusamlega síðan ég frelsaðist og ég frelsaðist 89. Hvað ég þá búinn að lesa Nýja testamentið oft? Ég veit það ekki. Ég hef aldrei talað og ég ennþá að lesa með sama hætt og ég hef alltaf gert. Ég held að ég byrjaði núna í Kórundu. Í hvað mörg skipti ég verið þar á þessu ferli. Ég hef ekki hugmynduð það. Ég hef ekki hugmynduð það hvað ég er búinn að lesa hana oft yfir og ég ekkert að gorta neitt af þessu.
Ég bara segja það, hvernig ég geri þetta, að ég les alltaf á hverjum degi orðið Guðs og þess vegna kannski maður orðinn svona þokkalegur að sér í orðið Guðs sem markmið fyrir mig þegar ég þarf að vita eitt og einu og önnur skil á orðið Guðs. Og það ger ég bara með þeirri vinnu sem ég legg á mig. Það gildir saman þig. Það sleppur enginn við að vinna og segir orð Guðs þannig að sá sem ekki vill vinna á ekki mat að fá. Þetta maturinn. Þetta líka maturinn. Og ef ég vill ekkert vinna fyrir þessu, þá fæ ég heldur engan mat. Vinnan mín liggur í að lesa og stúdera. En ef ég ekkert að lesa og ekkert að stúdera, þá þetta engin matur fyrir mig. Við sjáum þetta alveg hvernig þetta Þannig að tegjum okkur eftir þessu að við viljum nærast af þessu. Og næringin þegar þú skilur betur það sem þú ert að lesa og þetta allt saman gerist allt á sínum tíma og sínum hraða, þess vegna erum við alltaf að hamra þetta járn, af því það enn heitt. Og svo fer þetta að gefa af sér næringu og gefa af sér þroska sem við viljum sjá. Sumar manneskjur í Kristi eru orðnar mjög þroskaðar og alveg í samræmi við þann tíma sem að það búið að vera á trúarins vegi, svo eru aðrar sem eru búin að vera kannski jafnlengi, en þær eru alls ekki eins þroskaðar og ykkur annar. Af hverju? Og það bara vegna þess að það hefur ekki verið að leggja stund á það sem það að gera og það þá bara algjörlega með hendur í skautin. Nei, það bara að gera eitthvað allt annað. Það sér ekki áherslunar svo mikið þarna, en ekki svo að skilja að þetta fólk sé eitthvað frákvært Biblíunni, en það sér ekki akkinni fyrir sig að leggja stund á að fræðast upp úr orðinu. Ekki, en menn viðurkenna þetta hver með sér sem á annað borð á trú að þetta svona, en það þessi nenna og nennið ekki núna. Þetta stór hættulegt fyrirbrigði vegna þess að þegar þú byrjar á þessu, og það veistu nú sjálfur, því þú ert alltaf að hætta við eitthvað, að það byrja á því að ég er miklu betur upplagðar á morgun og svo kemur morgundagurinn og mannstu nú ekki einu sinni eftir því að þú varst að pæla í þessu og svo bara líða mánuðir og þú ekki gert neitt. Þetta hætta. Þetta heitir líka að beygja sig undir aga. Hann alltaf, það ekki að fara að gera þetta. Hann nú að drífa því þessu drengur. Það. Og þú færð af stað, alveg svona grautfúll. En mjög glaður þegar þetta komið. Þú ert komin heima þetta, þá ertu alveg eins og bara fyrirreitt allt, þú ert svo glaður yfir því að hafa farið og gert þetta. Og drottinn mjög ánægður með það. Þú fórst þó á endanum. Eins og þegar strákarnir voru þarna í sikkur á horninu og töluðust ekki við eins og gengur. Og pabbi ekki unnið strákar, hvað þú gerði þetta fyrir mig? Nei, ég gerði það ekki. Og hinn sagði já, hann gerði það ekki. En sá sem sagði nei, hann fór þó. Hann gerði vilja Guðs og stundum það þannig, nei, ég gerði það sko ekki. Hann gerir aldrei neitt ekki, maður gerir beðið hann alltaf mig. Og hann sagði já, ekki málið. Skjálfbrosandi, en gerði ekki neitt. En hinn fór kannski vegna þess að hann sá að hinn ætlaði ekkert að gera þetta. Ég veit það ekki, það geti alveg verið. Hann vakti honum samanskapið og fór. Og kannski talaði ekki við hann eftirleiðis, af því hann fór í staði fyrir hinn. Við höfum stundum svolítið skrítið, þau rættu á það. Allir í kringum þig, ekki þú sjálfur, þú ert nú með óskrítnari mönnum og til hamingju með það. En skrítin eða óskrítin skiptir ekki máli, þú átt til trú og af því að þú átt til trú og þá líka hefur bókina til að styrkja þig á og fræðast og færð fullt af ritningaversum til þín. Og ég legg til að menn læri eitthvað af þessu ritningaversum og ég kann nú nokkur. Já, nei, ég reyndar ekkert mörg, en ég kann 2-3 allavega. Og veistu það, ég þylít oft upp fyrir mér. Oft upp fyrir mér. Og þegar ég fyrir að sofa og bara svona ef ástandi á mann ekki alveg sem maður vildi, þá þylur maður þessi orð upp. Og þau hressa mann alltaf jafn mikið og þau styrkja mann alltaf jafn mikið
eins og þeim er líka ætlað. Þetta er ætlað til þess að styrkja okkur. En við verðum þó að eiga þetta til í hjartanu. Það er málið. Og þegar þú lest, það er leyndardómur við það að lesa orguð, að eitthvað allavega náðist að verður eftir í hjartanu og allt í hennu pompaðu upp þegar það síst gildi. Af því að þú lastu, en ef þú lestu ekki, þú nennir aldrei að lesa, þá er ekki til þess að móða úr. Það er, við höfum myndað þessu þegar illir andar voru reknir út af manni og hjarta tæmdist af þeim og sópaði húsið varurinn, sópaði og prýtt eftir að þeir voru farnir því að þetta er skítugt og ljótt og hann gerði ekkert með sína trú og var sagt að andinn hafi komið, var það ekki 70 seinna, hann kíkir á gluggann. Aha, það er ekkert búið að gera maður. Hann hoppar hæðsinn af gleði og tekur svoleiðis straugið beint til félaga sinna maður og strákar, komið og fyllum húsið og hann tók með sér 7. verri sem voru miklu verri hinum undanum og ekki tók nú betra við þegar þeir allir saman komu í flokkið þannig. Þetta segir orðið að hlutskipti þess hafi orðið miklu verra eftir en áður og ég held að hafa nú samt ekkert verið neitt gott. Það er ekkert gott að vera með einhverja fullt af illum öndum með sér. Það er greinilegt að þeir eru mismunandi illir. En allir eru þeir illir. Og þannig að þessi hefur nú lært að náttúrulega taka þá vestu með sér og veistu af hverju hann gerði það? Hann var til þess að tryggja sjálfa sig að illskan er það mikil í manninum, það væri ekki hvergi ljós að finna, þannig vilja þeir hafa það og þannig er þetta þeirra menn eftir liðið. Við þurfum að vita þetta. Þannig að þegar við erum lausir við þetta drasl, þá förum við í orðið. Og með orðinu byggist upp, bang, bang, bang upp í rjáfur, þá kemur hann, hvað sé ég maður? Ég sé ekkert orð. Ég hef ekkert hér að gera og það má fyrra. Það kannski gæðist á gluggan aftur. Hér er ekkert að hafa. Og hér. Þannig að hann kemst ekki inn. Þó hann myndi reynað með öllu ráð, þá kæmist hann ekki inn. Öndvertið hinn sem var bara með sópa og breytt. Þar var engin fyrirstaða fyrir þetta lið að koma. Og það kom. Og orðið sér, hlutskipti þess var helmikið verra eftir en áður. Trúið þessu? Trúið þessu, já. Ef ég sé þetta? Ég veit það ekki. Ég vil ekki nokkuð vita, ég er bara ekki hugmyndað, ég man það ekki. En ég veit alveg hvernig þetta er. Að ég trúi orðið Guðs. Það er engin hamingju, það er ekki til neinn hamingja í því að henda bara Kristótt og gefa bara setja í hann baki. Hinn vita þessu og þeir koma. Yes! Nú er eitthvað fyrir okkur að gera og þeir gera eitthvað. Þess vegna bendum við á orðið. Það byggir upp húsið. Það húsgagnar tómt húsið og fyllir það á öllu því sem þarf á að vera. Og hann kemur. Þetta er ljótt að sjá, segir hann. Hún finnst þetta ljótt. Hann vil bara skemma og eyðileggja sjálfur með sínum krumlum. Þetta er ódámurinn sem við erum alltaf að nudda okkur utan í. Við erum alltaf að halla höfðu okkar að, en þetta er ódámur. Það fer ekki vel með nokkurt mann. Og Guðs fer vel með alla menn. Og kennir þeim rétta leksíu og þeir sem hafa vita á að fara eftir þessari kennslu eru lukkunnar megin í lífinu. Og hvað finnst þér úr svona kennslu? Ef þú sér þetta nú ekki hjá þessum kristnu, segirðu? Þá spyr ég á móti, á hvað ertu að horfa hjá kristnu? Viltu sjá engi hjá kristnu? Og hörpuna, leikandi á hörpu. Kristnir menn eru bara venjulegt fólk, það hef ég séð og þú veist það. Þeir eru að berjast trúarann góðu baráttu af því að þeir eiga til trú. Sá sem á ekki trú, ætlar hann að fara að berjast trúarann góðu baráttu. Með hverju?
reiðinni sinni, biturleikarinn sínum, vonskunni sinni. Með hverju ætlar hann að berjast trúin og góðu baróttu eins og við þó kristnumennirnir eigum til, en kannski verra að við erum kannski ekki alltaf að nota þetta og það kannski má tala skömm þar. En við eigum þetta. Og við getum alltaf söðlað í hugsunum og verkum og farið út í þessi verk. Af því þetta eru góð verk. Og við getum það af því við höfum allt í það. Við eigum grunninn. Hver er grunnurinn? Trúin á Jesú Krist. Orðið. Byggt á orðinu. Það sem við erum að gera. Það er hjálpin. Það er hjálpan. Það er huggarinn. Því orðið er huggarði. Svo vorum að tala áðan, við köllum eftir orðið, við þyljum upp orð sem við kunnum utan bókar, ég nokkur og þú kannski alveg hálfa biblíuna, allt til með það. En við erum að nota þetta, okkur til góð. Það er þá góða við það að ganga á vegi Krist. Þetta er allt saman huggar og hjálpari, af því við eigum þetta til. Veist, við fengum þetta gjöf og eins og ég sagði, það er til Guð. Og myndi þetta. Og ég segi henn, já, þetta er Guð. Þannig að hann er minn Guð. Og ég veit alveg hvað hann gaf mér. Hann gaf mér niður orðið. Og ég þakka Guði fyrir það að ég verið ástundun og samur hvað orðið varðar. Og ég veit hellingum þetta orð en örugglega ekkert meira en þú. Þú sem hann að borða hefur tekið þessu alvarlega. Þannig við erum alveg á sama bát. En við eigum að vera á þessum sama bát. Við eigum að vita mikið orð Guðs, ekki til að belgja okkur út, sem við gera það og þeir eru allir farnir, þeir fara allir á hendingum, þeir eru bara hent út. En við viljum ekki enda þar. Við viljum gera þetta allt saman bara réttu hlutfalli við það sem við eigum, sem er trúin okkar. Hún vill halda utan þetta allt svona, þannig að þú hrokast aldrei upp. Ef þú bara leyfir trúnni að virka í þér eins og hún á að virka og þú ræður öllu það. Og líka ef þú ert að hleypa ykkur og hroka upp. Mér gengur svo vel. Ég er uppáhaldi á Guði. Ég er uppáhaldi á Guði. Og þú ert það líka, já. En hann metur þetta ekkert út frá þessu. Hann metur okkur út frá því, hlýðna okkar við það sem hann er að gera, hér og nú. Já, við þyljum upp orð sem að hjálpa okkur og hugga okkur ef okkur líður ekki vel. Af því við eigum þetta til. Við erum að lesa þetta upp úr orði Guðs. Sjálf. Það kemur til mín að því ég er sjálfur að lesa þetta. Minn lestur, hann skilar mér þessum árangri. Þinn lestur skilar þér sama árangri, en við erum að lesa. Við erum sitt hvora einstaklingurinn sem erum að lesa. Og það er leyndardómurinn í þessu máli, að við erum að lesa. Sumir eiga erfitt með að lesa og þeir hafa þá einhverja aðra leið til að fá orðið. Hvernig gerðu menn þetta áður en að svona þessi upptökutæki allir voru til? Allir þeir sem áttu erfitt með að lesa hann og bara ekki lagt sig eftir þegar þeir heyrðu mannesku lesa upp úr orði Guðs, ég hugsa það nú, þannig að það er alltaf til leiðir. En við erum með aðgengi að þessu til hægri og vinstri og eins og hverjum hendar. Þannig að biblíuþekkingin ætti að vera alveg gríðarlega mikið, hún er það, það má ekki tala neitt öðru sem þetta, hún er alveg gríðarleg. Og kristnir eru samir við sig og þeir eru ekki til vandræða þar sem þeir eru. Heimurinn er vandamálið og hefur alltaf verið þetta vandamálið því að hann hefur ekkert nema sjálfan sig til að miða við. Það er svona sinn vandi. En við höfum ekki sjálfið til að miða við, við höfum orð Guðs til að miða við og við eigum til trú og við eigum til heilagan anda sem nippir alltaf í okkur. Við höfum einhvern alltaf ekki að fara aðeins að lesa. Já, jú, ég skal hlýða þér. Og ég er ekki með gleraugu þannig ég ætla ekki að lesa. En ég sé að hérna stendur Malaki og það tilheyrir í Gamla testamentinu. Og ég veit að Nýja testamentið er einhvers staðar hér og mér sýnist þetta vera Fílibónsbréfið. En ef þú heldur að ég ætla að reyna að lesa þá ertu að vaða eld og reyk. En ég sé að hér er 25. kafli og veist akkur er að ég sé það. Það er svo rosalega stóri staðir.
best að sé það. En þetta er nú ekki vandamálið þitt, þú sérð enn eins og örninn sjálfur. Einu sinni sá ég eins og örninn sjálfur, en nú sé ég ekkert nema myglunarófum. Eins og þú varst að sjá, og varstu. Og ég leyfði þið bara hreinlega að sjá með eigin augum. Og svona er þessi kall orðið. Þetta er komið lok hjá okkur og við erum bara með vissan tíma á þessu öllu, við erum svo tímakallar og erum stoltir af því. En ég kveð og verð hér aftur á viku liðinni með nýja þátt, verið þið sæl.